Já, nú komið að því, aldeilis. Við höfum verið beðnir að halda svona þátt, tónlistaþátt. Berti, Kolbeinn hérna, og við erum hérna í æfingalókalinu hjá Leimdudes og við höfum tekið þessar áskorun og við ætlum að fjalla tónlist. Þetta svona, hvað kallast þetta? Þetta ekki podcast, þetta vídeokast. Já. Við erum í vídeokasti hérna. Þannig að við höfum verið beðnir þetta og við ætlum að vera með 2 lög hver, aðeins að hérna kynna fyrir ykkur það sem við erum að horfa á og líka lög sem þið ættuð að vera að horfa á. Og þetta svona kynning. Hvernig finnst þér að lýsta þetta verði? Jú, þetta bara tíminn til kominn og náttúrulega... Já, tíminn til kominn. Mikið sótt á okkur. Já. Við förum að gera þetta. Þannig að við erum að bregðast við áskorunum frá mörgum í þjóðfélaginu. Þannig að við gátum í rauninni ekki beðið mikið lengur með þetta. Ekki mikið lengur en þetta. Við erum búin að standa vel þó að reyna að koma okkur undan þessu. Já. En nú COVID og það ekkert að gera og þess vegna eru fólk náttúrulega þyrstar í svona fróðleik. Nákvæmlega. Þannig að ég held að þetta sé ekki spurning, að þetta það sem fólkið er að bíða eftir. Já. Ég held það ég held að okkur sé ekki til setuna boðið heldur en kannski að byrja kannski bara á því að ríða vaðið. Þú ætlar að byrja þarna með eitthvað lag. Nei, við ákveðum það að þú ætlar að koma þarna með fyrsta lagið. Nú, það ég sem kemur með fyrsta lagið. Já, þú ert með fyrsta lagið. Þannig að sko hlýði og við ætlum að draga hérna aðeins hérna niður úr þessu hér. Já, ég ætla að bjóða það upp á. Nú, hér á skjánum David Ruffin. I'm gonna walk away from love. Já. Þetta lifandi flutningur frá árinu 1975. Já. Segðu okkur eitthvað áður en við bregðum honum á fóninn. Já, þetta hérna David Ruffin, þetta hans svona stærsti einherja smellur. Já. Og sko, nafni David Ruffin kannski ekki svona nafn sem fólk kveiki strax á. Nei. En fólk flest allir þekkja lagið My Girl. My girl. Já. Talking about My girl. Já. Þetta er hann. Þetta sko, hann var aðalsöngvarinn í Temptations. Já. Og hann söng þetta lag. Já, hann var í Temptation. Já, hann var í Temptations. Já. Og hérna fer svona byrjar í einherjaferlinu síðla svona á 7. áratugnum. Já. Og hérna svo hann þarna sem sagt, hann átti hérna einn ágætis smell af þeirri plötu. Og hérna síðan sem sagt nú ekkert að seljast neinn ósköp en þarna komið til hans 75 já. Og hann gefur hann út plötu hérna Who I Am, það ekki rétt munað hjá mér og þetta af henni. Þetta af henni og þetta svona sem sagt 75, þarna svona disco að byrja. Já. Og þetta svona disco flýr, ég orðin bara, ég hef farið að klæja puttana að fá að sjá gæn. Já, ef að setja þetta í gang. Já, hérna, David það Kaka. Já. Ruffin. Já. Ok. Lagið heitir semst Walk Away From Love, en það hérna aukalega semst á þúvarpinu. Já, hér kemur þetta þá. Já. Setið ykkur í stellingar. Það mikið klappað. Hvernig finnst þess að hristu þannig fyrir? Þetta er algjörlega ómissandi. Léttir dillandi takk. Þetta í Love Train. Þetta Nei, Soul Train. Já. Þetta mjög þekktir þættir voru hérna með músikþættir. It's not that I don't love you. Klæðnar skemmtilegur þarna. Know how much I do. Það vantar ekki sko.
litirnir sem að fólk klæðist, þetta geðveikt. Það líka svo skemmtilegt sko, klæðnirinn á þessum tíma sko, skipta sko, kræk. Já, hvar fæ ég svona? Þetta fæst ekki hagkaup svona skipt. Nei, þetta fannst ekki sko. Því miður fann maður ekki svona kraga í dag. Átrúlega. En hann er örgur á tóninum. Þetta er gríðarlega sko sterkur söngvari sko, en hann fór gríðarlega illa með sig sko. Já. Hann fór í mikið eiturlyf og slíkt og fór við þannig fættur 41, deyr 91. Lítur náttúrulega ekki þannig út eins og hann sé eiturlyfjafíkill. Hann gæti verið sko endurskoðandi. Já. Pæli í því. En það er svona hægt að sjá sko myndbönd með honum svona skömmu á hann að deyr og hann er hann ansi svona lítill fjörlegur. Já. Og mjög svona sorglegur endi hjá Refn sko, hann fór bara mjög illa með sig. Já. Þetta er oft erfitt sko, stjörnulíf getur mjög erfitt. Já, ég þekki það sko, maður þarf að passa, já, maður er náttúrulega rockstjarnur sko. Þú ert auðvitað stjarna í ljóftinni, hvað heitir ljóftin aftur? Leyndu, já, það er hérna bók. Ég meina, þú veist, slappi tappar á íslensku, þannig að, þetta er sko vandratað, þessi vegur að fræðinni. Það eru margir pittir á leiðinni. Já, þetta er ekkert auðvelt sko, farið gegnum þetta. Enda nafn hans segir David Ruffin, þetta er Ruff. Já, þetta er Ruff, sko, þetta er dálítið Ruff líf sko, en þessi sko dillandi sko, þetta nær stertir. Já, það væri gaman. Og þessi svona, þægilegt sko, þægilegt taktur og hann er, maður heyrir náttúrulega hvað hann er, sko, hvað þetta er sterkur af. Já, alveg, mjög gott. Þetta er alveg, hann mikið sól í þessu. Hann tekur mikið sól í þetta og svo þarna er þetta bara búið. Þarna er lagið búið. Já, það er bara ekkert flókið. Og þetta var fyrsta innleggi og þetta var vel gert. Ég vona að fólk hafi eitthvað náð laginu, sko, við töluðum svo mikið að fólk hafi mikið gripið. En það getur auðvitað alltaf að spila svo lagið. Já, nákvæmlega, þá er maður með headsetið og þetta er að því að eins og við sagðum, sko, þetta er kynning, sko. Þetta er ekki, sko, þetta er plötukynning. Það er alltaf talað ofan í plötukynningarna, sko. Já, svona, þú veist. Þannig að þetta er svona COVID-plötukynning, þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Já, hvernig svona þetta lag, höfðar þetta í þín? Já, auðvitað, já. Ég er upp á þessum tíma, sko. Já. Þetta er sko rétt eftir gos. Já. Þannig að fólk er svona aðeins að róa sig niður og þetta er svo beint inn í diskóið eftir gos. Já. Og það var bara mjög þægilegt, sko. Já. Þannig að, Já, ég fannst alltaf leiðilegt sko hvernig svona þessi svona einhvern veginn sko mátti ekki diskó bara halda áfram með það diskó var talað aldrei niður mjög hratt þetta sko bara 79 sko er þetta bara diskó var ótrúlega ég man bara eftir því það var talað svo mikið niður sko en þetta var náttúrulega það besta sem hefur komið fyrir mannkynið diskóið besta sem hefur komið fyrir mannkynið ég er bara þetta er stór Þetta er stór orð og ég stend við þau, disco, frisco. Nú, þá er komið að innleggi frá mér. Já, þetta er spennandi. Margir hafa dáðslað mínum tónlistarsmekk, svona gegnum tíðina. Og ég hef verið dálítið svona inn á, kannski ekki alveg á línu þeirri sem að svo margir eru. Þetta hef ég ratað í ógöngur kannski, en samt ekki fyrir mig. Ég held að þetta séu skemmtilega leiðir, þannig að ég hef dálítið verið að gæla hérna við Suomi. Suomi finna feelingin, sko. Topi Sarakoski, sem kemur úr hérna frá Finnlandi. Þetta er sá allra besti söngvari sem að Finnar hafa alið af sér. Það er ekkert annað. Og hann er alveg stórkostlegur.
svolítið röff en alveg sérlega ljúfur á tónunum. En ekki neitt röff inn. Nei, ekkert röffinn, það er góð tenging úr fyrir að einslæði, sko. Já. En við skulum hlýða hérna á hann. Hann er að spila hérna, hann er að syngur hérna með hljómsveitinni Agents sem Já. eru alveg ótrúlega góðir. Já. Sérstaklega gítarleikarinn, tær hljómurinn og þetta eiginlega segir sig sjálft og skulum hlýða á þetta lag. Já. Tobi Zarkowski og Agent. Þetta byrjar mjög þægilega hljóma. Já. Virkilega ljúft. Þetta er sem sagt Have a Tunet lagið. Þetta er í einhverju svona, man ekki hvort það var sko hvítasunnu helgi þarna hjá Finnunum, þetta er haldandi á hátíð í svona sal og þarna er hann er mikill kúreki, hotn þarna. Það er mikill Já. stíll á. Stíll á honum sko. Þetta var mjög gjarnan spilað á Þróttararvellinum þegar ég var alltaf þurfur og ég fekk nú einhverjar kvartanir en ekki margar sko. Fór þetta eitthvað illa í fólk? Já, fólk var ekki alveg að skilja textan sko en Það var ekki fólk almennt ánægt svona með tónlistamann? Jú. Hvernig var það? Ég var faðmaður. Þetta var mjög óbennilegt. Já, Óbennilegt, ég man það þarna. ég man að ég var faðmaður einu sinni að konunni sem að seldi pulsurnar. Það er ekki margir sem að hafa lent í. Þannig að ég kalla það hrós. Greinlega féll í krati hjá henni. Já, hann er heldur góður og sérstaklega þessi hljómsveit sko. Svo líka bara svo mikill boðskapur í textanum. Já, hvað er það að segja? Hann er sem sagt að Have a Tunet og það er hérna örugglega hauskupu. Já. En sko, það er eitt með finnskuna af því að maður skilur kannski 3 orð. Er það að textar hafa alltaf verið að þvælast aldrei fyrir mig. Tekið aldrei sko ef þetta er lélegir textar og taka það bara og yfirkeyra lagið sko. Já. Þið fara að hugsa eitthvað þar sem að textasmiðurinn var að pæla sko og fór að ryðja út laginu sko. Þannig að það er mjög gott að hafa bara textan á finnsku og þá fer þú að túlka lagið út frá laginu, burtséð frá textanum. Þegar þetta er svona sérstaklega vel sungið eins og hjá honum. Já, þetta er Tobi. Flottur söngvar, mjög. Já. Þannig ég bara ræð öllum það heilráð að hlusta bara finnsku. Já. Ef þetta er að textar yfir höfuð að plaga. En svo þegar textin smellir, þá erum við að tala flott. Þá erum við að tala þá er þetta eða frá hvað árið er þetta lag? Þetta, já, maður sjá. Hvað er þetta með ártalið? Já, þetta er sett inn hérna 2011. Já. Nei, þetta er 2002, já. Þetta er 2002? Já. Og það er alveg haugur af efni eftir hann, sko. Þannig að hann er sko aðalega söngvari, sko. En Agent er síðan topphljómsveitin, það hefur verið splæst í allt hérna. Það er með líku þessu lagi. Þetta lagi er sem sagt, Agent, það sjálf flytjandi? Já. Þetta er alveg... Agent er flytjandi. Agent er flytjandi. Þannig þetta er svona... Svipa á Stones, Jagger er hérna... Já, nú er að stöðva þetta er hérna, tölvan hefur tekið völdin. Hérna er það vel ljóka þessu. Nú, þá, Berti, þú ert með eitt lag í viðbót. Já, ég er með eitt lag í viðbót og hérna, þetta er lag frá 1967. Já, og það er bara, árið áður ég fæðist. Já. Hugsið, hérna, þú ert bara þarna. Já, þetta er svona, þetta lag er geysilega gott. Þetta er, sem sagt, þetta er titilag í James Bond mynd.
Já, og býtu fimmta myndina Fimmta myndin, þá já. er hérna hver er þá bóndinn þarna, sko? hann heitir Sean Connery, skoskur leikari, Já, hann er frá Edinborg held ég. já, Og Edinburgh. minningar frá Edinborg, Já. þú komið þangað. Jú, ég hef verið Ég er þarna. þetta líka Já, og mjög gaman. skemmtileg borg. Já, ég mæli með þessari borg, sko. Já, Já, og hann hérna, sko þetta er sem John Barry sem semur, þú veist, búin að semja hérna eins og Goldfinger já, og Goldfinger. hérna, Já. þetta er, og þannig Nancy Sinatra, hún sló hérna náttúrulega fyrst í gegn með These Boots Are Made for Walking Jú. og er orðin Er hún fræg á þessum tíma? Já, hún er orðin stórstjarna, sko, hún er náttúrulega auðvitað dóttir Frank Sinatra Já, og sjálfsög. hún ábyttur nú, er það ekki sama ár stórsmellurinn Something Stupid? Það er nú lag sem maður nú Já. kannski geta sett hérna inn líka. Já, það Frábært væri lag. Já, hálf heimst, sko. já. Eitthvað heimst, sko. Það er nú ekki, nú held ég frekar sjaldgæft að feðgin eða sko, hérna, eiga sko topplag. Ég man Já, ekki. það er, ég man ekki eftir nema Björgvin og Svala sem að hérna á Íslandi Já. hafa leikið þetta eftir. Já, þau voru Ég mjög flott hlakka svo þarna til og svona. og fyrir jól. Fyrir jól. Fyrir jól. Já. Já, Jú, ítalslag. já, mikið. Já, við þurfum að taka ítölsku sirpuna, allar þessar tengingar yfir í jólalög, ítölsku jólalög. Já, við Já. getum auðvitað tekið marga þætti í Marga þætti. Ef við erum auðvitað Þeir eru- fjögurlög í þætti, Já, þá getur þetta náttúrulega verið sem sagt, já. mikið svið að fara yfir, en þarna allavega þetta er 67, 67. mikli strengir hérna, Já. sko, greiðlega flott byrjun Já, og ég er allur að spennast upp hérna. og sem að nota, sko, þetta lag var náttúrulega Já. notar svona stefið úr þessu lagi hann Já. Robbie Williams Já. og gerir hérna annað lag úr þessu sem heitir Millennium. Já, exclusive. Já. En ekki að hlýða á fyrstu tónana. Já, hvernig var þetta? Já, hvernig var Mér líst vel á þetta og hérna, Og bara, og leifa þess að hljóma hér hans. já, við skulum heyra Já, heyrum hvernig. Já. Takt eftir byrjun. Já, Takt eftir byrjun, já, Nikolli. það er Þetta er alveg mögnu byrjun. mögnu byrjun. Hérna Já. kemur þetta. Já, kannski ekki þessi. Þetta er eitthvað bara svona, já. Auglýsing. Já, býðum við. Þarna er eitthvað smá auglýsingar í byrjun. Býðum við, en þarna er nú eitthvað að byrja. Hann er þetta að byrja. Þessi byrjun er náttúrulega. Mér langar í svona bíl. Hann er flottur þessi bíl. Þessi bíl. You only live twice, or so it Þetta er svo æðislegt, sko. Þetta er æðislegt lag. One life for yourself and one for Þetta your gengur hann Já. Þeir eru svona. appisunu. Eða þá fólk sem er þarna bara reynilega, sko. Já, hvaða skilaboð eru þetta? Já. Þetta er dóttið sérstæð, sko. Þetta er sérstæð. Þeir eru að reyna að finna hérna þessu þetta, sko. Þessi bleiki litur, hann er svo, þetta er bara svo klikkaslega flott, sko. Þetta er falleg, hún er nú lítur náttúrulega út þarna. Já, Hún er ennþá náttúrulega sprelljandi, hún var svekkjandi, sko, hún ætlaði að koma til Íslands, já, spila og Geir Ólafs var með það allt. já, hann var náttúrulega með þetta á hreinu, sko. Já. Og þetta var hérna, svo skildi ég ekkert í því, sko, svo gerðist ekkert með tónleikana og ekkert bólað á Nancy, sko, og síðan hitti ég á Geir, spurði hann bara hreinlega út í þetta og þá var hann með tónleika með þessu LA gengi sínu, ótrúlegi spilara og meðal annars hann gæinn sem reynilega spilaði með henni í þessu lagi og fleiri lögum á þessu tíma og hann bara með stólum með hvað hann heitir. Já. En hann er hérna í þessu Las Vegas Christmas-sjó og hann sagði mér að þau verið í viðræðum að hún kæmi hérna
En svo gerist það sko, hún missir hérna bróður sinn. Já, já. Hún missir bróður sinn og þeir voru búin að æfa mjög vel sem sagt fyrir túr og sem sagt voru að fara að túra. Og það, En þegar hann deyr þá sá hann bara, heyrðu, ég mun ekkert spila. Ég Já. ætla ekki að túra neitt og þannig að þetta fjall sjálft sig sko. þar fjall á, þetta er synd sko vegna þess að, Já, sko það er margir sem sögðu ekki meir Geir, en Já. það er hérna, bara illa sagt. Maðurinn Já. er snillingur og vel, Já, sko, og mikill framkvæmdamaður og gerir sitt vel. Næsti flytjandi er hérna, minnir mig á svolítið diskóið og kannski svona mitt svona diskó innlegg hérna. Og það er söngurinn Berit. Berit, já. Já, Hailey Mua Hilja heitir lagið. Og þarna ættu náttúrulega margir að byrja að kveikja á píanóinu. Já. Hailey Mua Hilja, og hún er einn besti svona cover syngjari kvenna í Finnlandi Já. og sérstaklega skemmtilegt. Þetta er Og spennandi. Finnarnir, þeir cover allt. Já. Ef það er eitthvað vinsælt þarna, Já. hinum með múrin, þá bara covera þar. Og þeir setja þau líka flotta söngara í jobbið Já. og hljóðfaraflutningurinn er þvílíkur. Já. Og þetta er eitt gott dæmi það. Já. Og það fá allir gæsahúð þegar þeir hlýða á þetta lag. Já, þetta er spennandi. Þetta er þá lag sem maður þekkir þá. Já. Já. Gjörið svo vel, hlustu á þetta. Já, þetta er spennandi. Bíðum, já. Þetta kannast maður. Päivä mennyt, taas on, kun olet tielläi. Mä sulta vain, nyt toivon, hellin mua hiljaa. Þetta vekur upp skemmtilega minningar. Já, þetta er greinilega Words. Já, Words. 82 held ég, og F.R. David, svona einsmenni. Já. Það er frábært lag. Mér finnst þessi sviðsmynd vera svona eins og sé fula að segja hvað er næst á dagskrá. Eða svona, þú veist, það er eitthvað svona himnaríki. Já. Þú sér. Já. Þetta er svo skemmtilegt með finnskuna. Þú skilur ekki neitt. Já. Þú fær strax að túlka þetta sem að þér finnst best að túlka þetta. Já, það er þetta. Já. Er hún kannski dáin og er að koma til þín í draumi eða eitthvað svona? Alveg með glossvar eða? Já, þetta er spurning. Já. Þetta er sérstaklega Þegar skemmtilegt. maður þekkir auðvitað lagið svo Já, vel á já. ensku, þetta er skemmtilegt að heyra Já. þetta svona í Já. finsku. Þetta er alveg nýtt fyrir manni. Já, sjá líka myndtæknina, sko, þeir svona blæða inn tveimur táknum, sko, það er blóminn og svo hún Já. að segja hvað er næsta dagskrá. Já. Hvað eru þá blómin þarna? Er tákna þau? Já, þetta er- eitthvað svona... Við erum, Það eru kannski eitthvað í já, textanum. hvað kannski páskar eða eitthvað, eða hún er bara farin, sko, eins og við heldum, sko. Já. Maður veit það ekki, þetta er það sem að finnskan kveikir í manni, Já. ímyndunarafli. Já. Af því að það er ekki séns að maður skilji þetta, dóttarýr. Nei. En þetta er bara mjög skemmtilegur flytjandi. Þarna kemur þessi Já. skemmtilegi kaffillingamli. Já, Það er svona hækka. já, það er hækkun í laginu. Já. Þetta er kannski þetta sem að kalla þetta svona Eurovision hækkun. Já. Þetta hefði geta kannski plumað sér vel. Já, ég hugsa það. Finnar hafa ekki nema með Lordi, hafa annars ekki ritið í feitum hesti í Eurovision. Það er eina, sko, þeir voru... Hann kemur nú enn eitt tákni, rauða rósin, hvað þýðir það? Já, það er maður bara skildur texta. Já.
Þetta svakalegt. Já, og heyri ég að lagið að fara að enda og... Berit, segir Já, Berit. Og hérna er... Og lagið heitir á finnsku, segir Moon, High og Hilja. Já. Já. Ertu eitthvað með þýðun á því? Nei. Ég passa mig á því að vera ekkert að þýða neitt, sko. Herru, þannig Já, þetta er panda, já. Panda, já. Þannig að þetta var svo sannarlega síðasta lagið hjá okkur í þessu, já. Það er þannig að við erum bara komnir hérna og leiðar enda með þennan þátt. Já. Og hérna, og verður örugglega fleiri þættir. Nú er ég bara í vandræðum með tæknina. Þannig, hér erum við komin aftur og Já, við ætlum þá bara... sko, við verum með þetta svara kalli þjóðarinnar. Já, mér finnst æðislegt að vera búin að þessu og hérna, og þá þá maður ekki heyra þetta væl, þá er þetta bara komið. Já. Örugglega margir eftir að dissa okkur fyrir þetta. Já. Þeir sem að báðu okkur ekki, það eru örfáir sem að báðu okkur ekki að vera með það. Nú, hverju voru það? Ég vil ekki fara með það, en Súlander er síðast orðið, sko. Ertu að meina? Já, Súli, sko. Ég þarf að hitta hann og Já. Við þurfum kannski að bara bjóða honum einhvern tímann hérna í þátt, en held ekki, sko. En Já, kannski við bara fáum hann sem leynigest. Það er sko, ok, fólk auðvitað við þekkir ekki Súlandir þetta félag okkar. Já. En það er reyndar mikill tónlistar áhugamaður, mikill Zappa. Já, hann er Mikill áhugamaður Zappa og Neil Young. Já, við ætlum að halda það að Zappa þátt. Já, ég er ekki mjög vel að mér í sko Zappa. En systir minn sko, hún spilaði hérna Drafted, I don't wanna get drafted. Já, það var eiginlega besta Zappa-lagi. Já, hún skal spila þetta sko bara nánast sko linnulust allan daginn. Já, það er rosalega, sko. Já, hann að þetta heyrði ég ansi oft þarna á tímabili. Og svo hef ég, sko, ég hef ekki náð að fara gegnum 20 mínúta lagið hans. Já. Þannig að það er bara byrjunna. Þannig að það er margt eftir. Þannig að við ætlum bara að láta þetta gott heita að þessu sinni. Já. Og hérna, og þið bara haldið áfram að hlusta á okkur. Það er næsti þáttur er bara á döfinni, einhvern tímann. Já. Við látum ykkur vita. Þannig að við bara þökkum fyrir okkur. Já. Berti, það var gaman að þessu. Og takk fyrir að hafa hvatt okkur til þess að gera þetta. Já. Þetta er ykkur að þakka. Ekki okkur. Við bara sem sagt, eftir okkur að þakka. Já, ekkert. Og kannski bara svolítið.